Verið velkomin í þáttinn Hin Reykjavík. Ég heiti Sanna Magdalena Mörstudóttir og við erum hér í dag, Sanna og Danni, og ætlum að fræðast spilafíkn og spilakassa, eða réttara sagt spilavíti. Það er svona rétta orðið, skils mér. Og hingað til okkar í dag eru komið þau Alma og Örn sem ætla svona aðeins að fræða okkur og segja okkur frá. Það hefur verið mikið í umræðinni síðustu daga og við höfum tekið eftir heimasíðunni lokum.is þar sem það er verið að fjalla starfsemina og svona tölfræðina bak við þetta, og ég bara verð að viðurkenna, ég hef ekki áttað mig á starfseminni og þetta hefur bara algjörlega farið fram hjá mér að miklu leyti, en mér skilst að samtökin hafi verið starfandi í langan tíma og já, Alma, ef ég kannski byrja á þér, hvað eru samtökin, hvenær voru þau stofnuð og svona hvað er markmiðið með samtökunum? Já, sæl. Samtökin eru stofnuð í minni mig september, október 2019. En við Örn í rauninni byrjum að skoða þennan málaflokk í 2016. Og þá förum við í rauninni að gera strax athugasemdir við alls konar tengt rekstrinum. Við gerum athugasemdir við úttektir á fjármunum í pósakerfum. Við gerum athugasemdir við eftirlitsskylda á spilakössum skuli vera sett á herðar eigenda sjoppu, eigenda veitingahúsa, vínveitingahúsa og spilasala. Því að þeir hafa í rauninni fjárhagslega hagsmuni af því að fólk spili. Við gagnrýnum að spilafíkillinn er í rauninni einn látinn bera ábyrgð frá upphaf til enda. Og svona hugmyndin á bak við stofnun samtakanna var í rauninni bara að sameina þennan hóp sem hafi verið að starfa saman. Jafnframt stóð nú til það við ætlum að vera með öfluga fræðslufundi, upplýsingafundi, félagsmannafundi, en það setti náttúrulega kannski svolítið strik í reikningin hjá okkur COVID, þannig að það er í rauninni mjög sérstakt held ég að það skulle vera búin að stofna samtök og þau komin í átak og eru svona korter í lokun spilakassa, en við höfum ekki ennþá náð að halda félagsmannafund, en það kemur að því. En þetta er svona tilgangur samtakana er í rauninni að fræða og upplýsa, og við ákváðum að taka spilakassana svona fyrst og þeir voru svona mest aðkallandi og lágu svona beinast við. Það er svona það sem hefur verið efsta á dagskránni hjá okkur, en við erum bara rétt að byrja og við munum koma að málefnum tengdum meðferðum, með netspilun og við erum svona, já, kannski bara rétt að byrja. Hvernig finnst ykkur svona að erindinni ykkar hafi verið tekið? Jákvæðar undirtektir eða svona kannski misjafnt, eða ég hef svona séð á netinu að alls konar svona athugasemdir að það er strax farið einhvern veginn í svona já, ef við lokum spilakassum að þá fer fólk bara eitthvað annað og maður hugsa svona já, er ekki hægt að byrja á því að gera eitthvað gott án þess að við séum strax komin í einhvern veginn umræðina næsta slæma hlutin, eða þú veist, þetta er svona dálítið alls konar athugasemdir. Já, Örn, vilt þú taka þessa? Nei, halda fram, ég kem svo. Já, þetta er, sko, mér finnst þessi spurning alltaf jafn skemmtileg og hún í rauninni lýsir ákveðinni vanþekkingu á málefninu og hún er mjög skiljanleg, því að þegar við erum að tala fíknir að þá svona höfum við tilhneigingu til að tala að fíkn heldur áfram hvort sem það er fengið að gera fyrir opnum tjöldum eða ekki. Vandinn aftur á móti með spilakassana, og þeir hafa svolítið sérstöðu í þessu samhengi, fíknarsamhengi,
að það virðist vera svo að þeir sem að stunda spilakassana að þeir færa sig ekki á milli fjárhættuspila og því höfum við sko ekki skilið þessi rök til dæmis rektor Háskóla Íslands, formann Rauða krossins og formann Landsbjargar að ef við lokum spilakassan fara bara allir á netið. Það er engar rannsóknir, það er engin tölfræði, það eru engar kannanir sem sýna fram á að það sé satt og rétt. Síður svo erum við að sjá núna, loksins þegar sko, við fáum eitthvað svona samanburðar tímabil. Spilakassar sko, rekstraraðilar hafa haft leyfi í 27 ár, þannig að núna erum við í fyrsta skipti að sjá, við getum borið saman tímabil, opnir, lokaðir. Þessi hópur virðist bara vera að skila sér heim, hann virðist vera að skila sér hérna inn í samfélagið. Við erum alltaf farin að sjá þessa einstaklinga taka virkan þátt og það er vissulega ánægjuefni og bara okkur sem samfélagi og þeir sem að taka ákvarðanir. Okkur ber bara skylda til að staldra við og hlusta á þennan hóp. Þetta er sjálfsagt sko eini hópurinn sem hefur risið upp í COVID og beðið lokun áfram. Við sjáum alla aðra hópa sko hrópa og öskra í fjölmiðlum og opinberu vettvangi. Þú veist að þessi lífsnauðsynlegt að opna hinn á þessi starfsemi. Þetta er eini hópurinn sem að þú veist kemur og öskrar, þú veist vilja hafa það og loka það. Og við hljótum bara að staldra við og hlusta allavega og bregðast við. Það bara er ekkert annað í boði. Hvað segir þú, Örn? Ég tek algjörlega undir þetta með Ölmu, sko. Það er rosalega galið að þessi starfsemi skuli vera í gangi og undir þessum sko formerkjum að þetta sé rekið af svona samfélags, hvað kallum við það? Þetta eru samtök sem að starfa í almannaþágu og að þau þurfi yfir höfuð að fjármagna sig á þennan hátt er náttúrulega bara alveg galið. En og það er einhvern veginn allir sammála okkur. Það er svo magnað. Og við vorum einmitt að ræða það áðan, sko, að nú erum við búin að vera með sko lokum.is í gangi í 1 viku og Alma talaði það í Kastljós í gær og við vorum að ræða þetta áðan. Það heyrist ekki í neinum. Það er enginn sem kemur og reynir að réttlæta þetta. Eða segja að þetta þurfa að vera svona út af hinu og út af þessu. Af hverju ætli það sé? Ætli það að fá engan hljómgrunn eða eru þau ekki einu sinni sannfærð sjálf? Og málið er það að sko vissulega eru lög sem segja að þau megi þetta. En lögin segja ekki að þau megi ekki hætta án þess að fá á sig einhver önnur lög. Þannig að það líka finnst mér vera sko pínlítið til þess að hugsa um. SÁÁ ákveður að þetta samræmist ekki þeirra gildum og kúpla sig út úr þessu. Allavega, þú veist, er það held ég og veit að það er búið að taka ákvörðun það hjá stjórn SÁÁ. Það er ekkert sem segir það að hinir geti ekki bara gert þetta líka. Og þú veist, þurfum við virkilega að sko þurfa þau virkilega að fá lög á sig til þess að hætta þessu. En við finnum fyrir sko gríðarlega miklum stöðningi og við finnum fyrir sko svo miklum velvilja og skilningi og það sem er svo magna við þetta að eftir að við fórum af stað í þessa hvað við kalla þetta herferð eða að þá er að koma fram fólk sem að hefur einhvern veginn verið undir steini. Við erum að sjá aðstandendur spilafíkla sem að sko fá einhvers konar frelsi. Að þau finna stuðninginn í samfélaginu, finna hvernig þjóðfélagið tekur við þessu
og sko, þú veist, þau einhvern veginn sko, það sem að þeim hefur alltaf fundist, en einhvern veginn enginn hefur hlustað á, það það alveg rétt. Það var alveg satt að það var einhvers staðar eitthvað rangt við þetta. Og við vitum bara mörg dæmi þar sem að fólk, þar sem spilafíklar, hafa actually farið að fúnkera í samfélaginu eftir að kössunum var lokað þarna. Og núna voru þeir lokaðir í einhverja 3 mánuði eða ég man ekki hvað það var mikið. Og við vitum fólk sem að, sko, þú veist, fór að lifa. Vegna þess að virkur spilafíkill, hann lifir ekki, sko. Hann svona lifandi dauður. Hann svona svo, þetta var einhver breskur sjónvarpsmaður sem að fór í spilavíti og hann lýsti fólkinu við kassana eins og vélmenni. Þetta bara vélmenni, það dauð augu en þið vitið, þau ýta á takkan. Og þetta fólk hætti einhvern veginn að verða svona, fór að lifa, fór að vera til. Og þess vegna sko, já, ég líka að fara út í alveg, þú veist, ég alveg til í, sko, ég alltaf í ham. Já, maður hefur tekið eftir, ykkar málflutningur hefur alveg verið áberandi og alveg náð svolítið vel í gegn og maður hefur tekið eftir miklum velvilja til ykkar. En ég var aðeins að velta fyrir mig, nú hef ég reynslaði, ég vann í sjoppu sem úrlingur töluvert mörg ár og ég horfði upp á fólk setja 5.000 eftir 5.000 eftir 5.000 inn í svona spilakassa. Segjum sér svo, nú ég bara svona að velta fyrir mér, ef að það ekki vilji til að hætta þessu alveg, sæju þið fyrir ykkur einhverja leið til að takmarka þetta? Einhvern veginn að fólk get ekki sett endalaust, af því þegar maður er að tæma þessa kassa þá er maður kannski að taka upp stafla 5.000 köllum sem eru svo svakalegir að maður alltaf þorir að hugsa það, sko. Hafið þið eitthvað velt því fyrir ykkur? Eða er það bara alla leið? Alveg. Það er náttúrulega lokatakmarkið að sjálfsögðu. Já, ég skal taka þetta. Þetta er mjög góð pæling. Þegar við lögum á stað, þá tölum við fyrir spilakortunum. Og nágrannaþjóðir okkar hafa til að mynda Noregur hefur tekið upp spilakortið. Og að mörgu leyti eru þau mjög sniðug. Og lengi vel þá ræddum við það og við höfðum samband við þessar rekstraraðila, formenn þessara samtaka og lögðum til og bentum á einmitt að fólk getur bara straujað kortið sitt í hverfi sjoppunni. Og í rauninni getur hreinsað út bara aðleifuna þína á bara einhvern tíma. Menn hafa verið með alls konar aðferðir, ég veit til dæmis að sumir eru með takmörk, en þau eru nú samt ekki betri en svo að þá máttu taka út 25.000 í hvert skipti, þannig að þú getur staðið þarna í 10 skipti og tekið 25.000. Þetta er náttúrulega, þú veist, bitlaust. Eftir því sem að leið á bæði umræðuna og því lengra sem við fórum inn í málaflokkinn, að þá tókum við bara þá stefnu að við myndum bara setja það í forgang að þeim yrði lokað. Af hverju? Það eru nokkrar ástæður fyrir því. Ein af þeim er að nú er það bara fullreynt að rekstraraðilar spilakassa munu ekki undir neinum kringumstæðum setja hagsmuni notendans eða spilafíkilsins. Það mun aldrei verða ofan á. Af hverju segi ég það? Því að það kom í ljós núna í COVID. Þegar COVID er svona við það að skella á að þá einhvern veginn sko förum við öll í svona survival mode. Þú veist, við rjúkum hér út og kaupum spritt og grímur og byrgjum ykkur upp á klósettpappír og niðursuðumat og ég veit ekki hvað. Við svona, þú veist, drögum okkar nánustu nær okkur og svona, hvað segir maður, gerum kósí inn á heimilinu. Háskóli Íslands sendir alla nemendur sína heim í heimkennslu og ég held að eitt háskólasamfélag hafi sjaldan lært á tölvur eins hratt.
Rauði krossinn lokar hérna hjá sér, sendir starfsfólki sitt heim, það lokar Rauða krossbúðunum, það lokaði sárafátæktasjóð. Það var ekki lengur hægt að sækja það því það kallaði á snertingu og nálægð á milli manna. Enginn lokaði spilaköss. Þar skyldi haldið áfram þangað til í fullan hnefa. Og það sem verra að menn fóru og létu útbúa spritbrúsa merktum Íslandsspil. Þú veist, við ítrekað, við sendum bréf, við birtum opin bréf, við höfðum til samvisku, mannúðar, heilbrigðrar skynsemi. Ekkert virkaði. Við höfðum samband við alþjóðlega Rauða krossinn, Evrópudeildina og við bara grátbáðum þá að grípa fram fyrir hendurnar á Rauða krossinum á Íslandi því að honum væri bara ekki sjálfrátt. Við herjum á sóttvarnalækni, landlæknir, heilbrigðisráðuneytið, reyndum að útskýra starfsemina og það í rauninni ekki fyrir en að fyrsta samkomubanni skellur á í Vestmannaeyjum þar sem spilakassar eru settir inn. Og persónulega, og nú ég bara hluti af þessu samfélagi, ég móðir og ég amma, að það skuli í alvegni þurfa stjórnvöld, það þurfi sóttvarnalæknir, þannig að Rauði kross Íslands og Slysavarnafélagið Landsbjörg skuli láta af þessu tímabundið til að verja heilsu og velferð einstaklinga sem eru veikir. Þetta bara, og ég segi ef þetta verður ekki eitt af stóru málunum í vor og með haustinu, þannig ég tali bara, þetta sturlað. Og hugsa sér, börn þessara einstaklinga, það meina allir aðrir foreldrar, voru að útbúa svona sóttvarnar gott heimili að það höfðu foreldrar þessara barna ekki efni á því að fara og kaupa fullt af spritti. Þessi börn voru ekki að fara vel undirbúin í skólann sóttvarnalega séð. Einfaldlega að því mamma og pabbi voru að spila í spilakössum og þetta bara ekkert í boði. Þannig að nei, við höfum ekkert verið rosalega hlynnt að leyfa þeim að halda áfram út af þess að því að þeim ekki treystandi fyrir þessu. Ef þeir hefðu gripið til og sýnt ábyrgð, þá væru við kannski meira traust til þeirra. En nei, að við fyrir utan þá staðreynd að það er búið að tala þessu spilakort síðan held ég 2012 eða 2013. Menn hafa nú verið fljótir að stökkva til og ég segi nú bara sem betur fyrir Landsbjörg ekki viðbrast lengi þegar kemur að uppdata sína björgunaraðgerðir og aðferði við þær, því ef að svo væri, þá væri við ennþá bara með sleðan, og menn væri bara að renna sér á honum, eftir einhverjum. Þegar 10.000 króna seðillinn kom, hann var ekki komin út úr prentvélinni, að það var búið að breyta öllum spilakössum þannig að þeir tækju við 10.000 króna seðilinn. Menn segja hér opinberlega og tala að þeir hafi talað fyrir ef þú ætlar að gera eitthvað, þá myndir þú bara gera það. Það ekki nóg að gorta sig af því að hafa talað fyrir því að hér verði tekin upp spilakort og hér verði gert þetta og hér verði gert hitt. Það var stofnað eitthvað konsept sem að hét og heitir, held ég ennþá, ábyrg spilun. Hvað ábyrg spilun? Það var bæklingur sem að reyndar ekki einu sinni búið að endurnýja frá því að maður prentaði fyrir einhverjum 10 eða 15 árum sem að leiðbeinir starfsfólki hvernig það á að taka á reiðum spilafíklum og hvernig það eigi að tækla niðurbrotna einstaklinga í spilasölu meðal annars. Það ábyrg spilun? Nei. Þetta einhvern veginn eins og Alma var að segja,
peningana ætlum við að fá, það sama hvað það kostar. Og þá kostar 1 mannslíf eða 2 eða 10. Það ásættanlegu fórnarkostnaður hjá Rauða krossinum og Landsbjörgu og háskólanum. Þetta galið. Fékkst þú, Daniel, að því þú myndist á, nú þátturinn og snúst við, nú fórum við fræðslu. Draumurinn minn náttúrulega búin að vera einmitt, að fá þá sem hafa starfað á þessum stöðum, því að ég get svona rétt ímynda mér að það hafi verið gríðarlega átakanlegt. Fékkst þú eitthvað tímann fræðslu? Nei, aldrei. Þú fékkst eitthvað tímann svona bækling? Nei, ég kannast ekkert við þetta og það erfitt þegar þú ert 16 ára að reyna að hafa vit fyrir fullorðnu manneskju einhvern veginn, það ekki alveg að fara að gerast. Og þú veist, en eina skipti sem ég fræðslu frá einhverju, þá var það 9 lottókassarnir kom út, þá fikk ég fræðslu hvernig maður ætti að prenta lottó með. Það er eina sem ég fengi frá einhverju sem tengist fjárhættuspilum. Og þetta bara verulega sorglegt, vegna þess að við erum að treysta ofsalega stórum samtökum fyrir ofsalega viðkvæmu málefni. Og ég var einmitt að segja við hana Sönnu þegar við vorum að spjalla saman á einum mánuði að á hverri klukkustund þá tapa spilafíklar 434.063 krónum sem að verða eftir í spilakassanum eftir að búið að greiða út alla vinninga. Þetta á klukkustund. Í hverjum einasta mánuði með þessa klukkustund þá erum við að tapa 30.000 mánar áskriftum af máltíðum fyrir börn í grunnskóla. 30.000 börn gætu borðað frítt í skólanum sínum alla daga, allan mánuðinn fyrir þessar upphæðir. Ég held að fólk gerir sér ekki grein fyrir því hvað þetta eru gríðarlega mikli peningar, hvað þetta eru ofboðslega háar upphæðir og þegar að upp staðið þá lítill hluti af þess að skila sér til rekstraraðilana sjálfra því að það fer fullt af peningum í kaup á spilakössum, leig á spilakössum, greiðslur til þeirra sem að hýsa spilakassana og alls konar bara kostnaður sem er við þetta. Og þessi peningar þeir éta sig ofboðslega mikið upp á leiðinni til Rauða krossins, Landsbjargar og Háskólans. Og við þurfum að fara átt okkur á því líka að það er gríðarlegur kostnaður fyrir þessi félög sem að reka þetta að halda þessu úti. Og eftir situr bara eitthvað smávegis í peningum en gríðarlega mikil sorg og mikil vanlíðan og mikil lífsskerðing út allt. Svo langar mér að koma að líka að því að við erum að tala að banna þetta og það hefur oft komið og bara, nánast á hverjum degi á þá ekki að banna alkóhól, á þá ekki að banna mat út af matafíklum og á ekki að banna þetta og banna hitt. Við segjum nei. Ég veit ekki tölurnar, ég get ímynda mér að 95% af þeim sem að fara í ríkið og kaupa áfengi séu ekki að misnota það og kannski enn og hærri prósenta sem að fer í bónus og er ekki að misnota matinn. En hvað 95-8% af þeim sem nota spilakassana eru spilafíklar. Og var ekki 0,3% Alma? 0,3%. Við létum gera eða samtök áhuga spilafíkn létu gera viðhorfskönnun í vor í fyrra og þá kemur í ljós að tæplega 94% þjóðarinnar hefur ekkert farið í spilakassa á síðastliðnum 12 mánuði og einungis 0,3% hafi farið 11 sinnum oftar. Það er ótrúlega hátt. Þetta er ótrúlega lágt hlutfall, þannig að við erum að tala ótrúlega fámennan hóp. Og það
að sko rekstraraðilar spilakassa skuli ekki stíga fram. Menn hafa nú sent frá sér tilkynningar og fréttatilkynningar og athugasemdir fyrir minni tilefni en þetta. Og að við skulum ekki verða vör við bara þessa vikuna og bara í allri umfjöllun, allri umræðu spilafíkla, að sko við skulum ekki verða vör við þessa formenn. Ég meina, ég sá nú bara daginn, þú veist, þá var Rauði krossinn að fá 15 milljóna króna styrk og það smellt í mynd og þú veist, og allir ægilega fínir og sætir, þetta eru 15 milljónir. Þú veist, þið að taka halvan milljóna á ári frá spilafíklum, akkur sjáum við ekki myndir af ykkur við spilakassana, akkur sjáum við ekki myndir með stærsta spilaranum, þú veist, hver spilaði mest í ár? Þarna finnst mér til dæmis vanta myndir af mér í Rauðakrossblaðinu, sko, því ég stútaði alveg sko 15 milljónum á ári og ég fikk ekki einu sinni, þú veist, ekki mynda mér, en hún kannski kemur. Mér langaði líka aðeins koma inn á að segja eitt sem ég langar að segja er ég get alveg vitnað smæð hópsins að því að hópurinn af fólkinu sem var alltaf þarna, þetta var fólk sem var farin að þekkja alveg svakalega vel. Þetta voru ekki það margir að maður kynntist þessu mjög vel og mér langar aðeins að fara út í svolítið forvitin, ég þekki aðeins til starfs SÁA og svona og mér langar aðeins að vita hvernig með meðferðarúrræði fyrir spilafíkn á Íslandi. Alma, þarna ert þú á heimavelli. Við erum, í gegnum árin höfum við gagnrýnt meðferðarúrræði á vegum SÁA. Við förum ekki lengt með það. Þeir hafa gefið sig út fyrir að vera með meðferð og ef þú ferð inn á heimasíðuna hjá þeim, að þá stóð þar meðferð. Það var ekki alveg satt því að þetta voru fyrirlestrar sem voru haldnir yfir helgi. Fólk mætti á seinni partinn á föstudegi, sat svo laugardag og var svo komið heim hvað 2-3 á sunnudegi. Þeir hafa reyndar núna verið að þróa svokallega hugræna atferlismeðferð og að vinna það núna og mér skilst að það gangi vel. Aftur á móti svona okkar reynsla af samtölum við aðila bæði í heilbrigðisgeiranum og meðferðargeiranum að það svo fólk átti sig ekki á hvers konar vandamál þetta hvers konar sjúkdómur spilafíkn hversu sterk spilafíkn því að að halda að þú getur bara skellt fólki inn á helganámskeið og svona, þú veist, hent upp einhverjum glærum og svo fá allir samloku að það í rauninni lýsir bara þekkingarleysi. Við erum að sjá hér í nágrannalöndum okkar, þar eru innlagnameðferðir, þar eru göngudeildarmeðferðir og þær eru yfirleitt að taka 1-2 ár. Þær eru svona mjög stífar fyrst til að byrja með og svo svona verið að fylgja fólki þú veist út í lífið. Annað sem að blasir við þegar við erum að tala spilafíkn að því þetta svo óbúslega fjárhagslega tengt að þá fólk oft komið í ógöngur á ofsalega mörgum sviðum. Það jafnvel búið að missa vinnu, það komið á svarta lista, gjaldþrota, búið að missa húsnæði, mögulega búið að missa börn, það búið að missa eignir. Þú veist, þetta einhvern veginn, þú veist, þetta svona, ég segi oft sjáðu fyrir hvítan striga og svo kemur svört máling og hún dreifir sér allstar. Og það ekki nóg að setjast bara niður með spilafíkli og hjálpa honum að hætta að spila. Við verðum að hjálpa honum að komast aftur út í lífið. Við þurfum að hjálpa honum að komast aftur inn á húsnæðismarkaðinn, inn á vinnumarkaðinn, ná tengslum aftur við fjölskylduna sína, börnin sín, vini sína. Því að það nánast ávísun á þú veist, ef þú ætlar bara að hjálpa honum að hætta að spila og svo þarf hann bara að finna út úr öllu hinu sjálfur, að þá missum við hann aftur. Og það sem við erum alltaf vonast líka til með þessari umræðu að ná til fólks áður en allt komið í óefni. Þannig að fólk getur svolítið farið að samsvara sér við spilafíkn áður en
Þannig að þú veist, það besta sem ég heyri þegar fólk kemur tíminn og segir, þú veist, ég fór á GA-fund en þú veist, ég var ekki alveg að tengja því að þú veist, minnst allir vera svo verri, þá veit ég að fólk á góðum stað. Þú veist, það er ekki búið að missa allt. Og þessi hópur er rosalega fljótur upp á lappirnar, en við þurfum engu að síður að halda við og það er bara miklu ódýrara fyrir okkur sem samfélag að gera það, því að spilafíklar, yfirleitt er þetta hátekju fólk, þú veist, lengi framan. Og þetta er fólk sem er tilbúið til að vera í 1, 2, 3 vinnum. Því að þetta er óbúslega dýr fíkn. Og en við þurfum að fara að gera okkur grein fyrir því hversu sterk spilafíkn er. Og við þurfum að fara að bregðast við á öllum sviðum. Og þú veist, það ætti nú að vera auðvelt fyrir okkur núna að horfa til nágrannaþjóðanna því þær eru allar komnar fram úr okkur. Bretar voru til dæmis í fyrra eða hitti fyrir að opna meðferðarstöð fyrir 15 til 18 ára ungmenni sem eru að kljást við spilafíkn. Við þurfum að fara að trýta þetta svolítið meira eins og aðrar hliðar fíknisjúkdómsins, meiri svona kannski innlagna meðferð og jafnvel áfangaheimili. Er það verið að nota eitthvað svoleiðis eða hjálpa fólki að komast aftur á fætur? Vissulega eru öll úrræði notuð, en sko það sem hefur kannski verið að reynast best er að reyna að dreifa meðferðinni yfir langan tíma og innlagna meðferð virðist svona allavega við í þeim samtölum sem ég á við aðila erlendis að þá virðist það ekki vera að skila mestum árangri og persónulega sko er ég algjörlega sammála því bæði kostar okkur gríðarlega fjármuni að leggja fólk inn. Og við erum í rauninni, sko, spilafíklar ná bara ákveðið mikið af upplýsingum. Þú veist, þetta er ekki svona, þú veist, að við getum bara tekið einhvern bækling eða, þú veist, einhverja möppu og bara skellt þessu öll inn. Þú veist, sko, starfsemin, hugsunin, spilafíkillinn sjálfur, hann er búinn að vera á svo miklum yfirsnúningi. Það er búið að vera svo gríðarleg spenna, streita að þú veist það tekur bara tíma fyrir sko taugakerfið og allt kerfið að slakna svolítið og þetta getur tekið alltaf 1 til 2 ár. Þannig að því lengra sem við getum dreift úrræðinu, því betra. Og það er svona niðurstaðan sem að ég heyri hjá mönnum sem eru búin að starfa við í lengi úti að það virðist vera að gera. Svo er annað. Og það er hvernig mælum við árangur. Og hingað til, þú veist, hefur fólk bara talað er hann hættur að spila eða er hann að spila. Það er fullt af öðrum hlutum sem spila þarna inni. Það er þunglyndi, það eru sjálfsvíks hugsanir og ég meina ef við erum með einstakling til dæmis sem er að spila aðeins minna, hann er að spila fyrir minni upphæðir, hann er minna þunglyndi og það er minni vanlíðan og síðast en ekki síst, ef hann hefur verið að kljást við sko sjálfsvíks hugsanir, ef að þær eru farnar, þú veist, þá er það árangur. Já, þetta er alveg, þetta er svo átakanlegt að lesa þessar reynslusögur sem að birtast á netinu og Örn, þú talaðir háar upphæðir þarna, ert þú aðeins til í að deila með okkur smá þinni reynslu eða hvernig þetta hefur svona verið? Þetta er náttúrulega, já, þetta er eitthvað sem við getum talað þetta í marga daga en er eitthvað svona. Já, ég spilaði stjórnlaust í mjög mörg ár og ég missti allt sem ég átti og það var selt ofan af mér hús og bílarnir dregnir í burtu. Ég missti fjölskyldur og ég einhvern veginn sko, þegar ég stóð uppi daginn sem ég hætti að spila, þá átti ég ekkert. Ég bjó í pínulitlu herbergi hjá foreldrum mínum og já, ég var einhvern veginn bara, sko, ég átti ekki neitt. Og ég var búinn að reyna, ég var búinn að leita mér aðstoðar nokkrum sinnum og síðast sem ég leitaði mér aðstoðar, það var 2002, þá fór ég inn á Vog og ég var tilbúinn til þess að hætta. En
ráðgjafi minn hafði aldrei séð spilakassa og ég hlustaði þarna í 10 daga á það hvernig alkóhól fer með sko lifrina og hausinn á þér. Og ég labbaði út og fór að spila. Og ég veit eiginlega ekki hvernig þetta lýsast, ég bara eins og margir aðrir spilafíklar, ég missti algjörlega allt. Það var alveg sama hvað það var. Og ef ég græddi, þá bara spilaði ég meira. Og ég átti stundir þar sem að ég var með einhverjar milljónir inn á reikningnum mínum og mig langaði til þess að gera eitthvað, skilur. Og ég gerði það. Og ég var búin að selja það allt í burtu mánuði seinna, sko. Því að þá vantaði mér bara pening til að spila áfram. Og í rauninni voru einu skiptin sem ég var ekki að spila, það var þegar ég átti ekki pening. Og ég man eftir mörgum stundum sem voru rosalega magnaðar þegar að ég var búinn að sitja kannski í einhverja klukkutíma, einhverja daga og peningurinn var búinn. Og ég fann þessa tilfinningu, sko, loksins sem peningur er búinn, og þarf ég ekki að spila meira. En svo bara ferði í gang og þú ferð á fullt að útvega þér meiri pening og það er alveg magnað hvað spilafíklar eru útsjónasamir og duglegir að útvega sér aur til þess að halda áfram að spila. Og þetta er bara, sko, það er í rauninni ekki hægt að lýsa því, sko, hvernig þetta er. En ég var að reyna að segja það áðan, skilur, eins og þú ert svona lifandi dauður og fólk sér, ef það vill sjá, þessa ofboðslegu sorg í augunum og þessa ofboðslega þennan tómleika. Og ég var einhvern veginn alveg klár á því að ég var einhvern veginn búin að sætta mig við að ég myndi bara verða á þessu stað. Þannig að ég myndi bara fara. Og svo gerist eitthvað og ég hætti að spila. Og ég allt í einu fer eignast líf. Og það er svo merkilegt að nú eru tæp 4 ár frá því ég hætti að spila og það er ekkert allt komið tilbaka. En þú veist, ég er að fá börnin mín tilbaka, ég er að fá vini mína, fjölskyldu. Þetta kemur allt smám saman. Ég hafði ekkert traust til að byrja með. Eðlilega ekki vegna þess að þetta bitnaði alveg ofboðslega mikið á fólkinu mínu og fólkinu í kringum mig. Þetta er ekki bara ég þegar ég er að spila. Þetta eru allir í kringum mig. Og það eru, ég veit ekki hvaða meðaltalið það er, kannski 6, 8, 10 manns sem þetta hefur verulega mikil áhrif á og skerðir lífsgæði þeirra allra. En þetta er alveg, þetta er alveg rosalega magnaður sjúkdómur og að finna svo aftur uppgjöfina og finna svo þakklætið að vera ekki að spila er alveg magnað. En þú veist, á þessari vegferð við Alma byrjuðum á þessu fyrir 4 árum og við vorum einhvern veginn alveg sannfærðir það að það væri allt skothelt þarna. Svona samtök væru ekki að gera eitthvað sem að væri eitthvað, þið vitið, stæðist kannski ekki alveg. En hvað er með góður? Það sem við erum búin að komast að og fengið að sjá, það er alveg með ólíkindum. En ég get ekki einu sinni óskað, þó ég eigi engan versta hófinn, að þá geti ég aldrei einu sinni óskað honum þessa að vera virkur spilafíkill. Vegna þess að þetta er ekkert líf. Þetta er bara helvíti. Takk fyrir að deila þessu með okkur. Þetta er alveg, já, ég er bara orðlaus bara. En ég held að það sé mikill meðbyr með baráttu ykkar, að það sýni sig. Bara svona umræðan í kringum og könnunin og heimasíðan og á Facebook að þá er maður að sjá myndirnar, appelsínugulu, lokum.is, kannski er það bara fólki í kringum mann, en ég held þetta sé að virka og maður bara svona dálítið,
skammast sín fyrir að hafa ekki verið meðvitaður þetta fyrr, en það allavega gott þó að betra seint en aldrei, held ég. Þannig að, og ég bara, ég held við gætum örugglega setið hér í marga klukkutíma, en eitthvað sem að þið viljið bæta við að lokum sem að ykkur finnst við hafa ekki komið inn á? Alma? Eins og þú segir, sko, það við erum í rauninni með 4 ára efni til að tala um. En við erum náttúrulega bara ofsalega glöð yfir bæði þeirri umfjöllun sem að þetta átak okkar í samtökunum hefur fengið, lokum.is. Við vissulega vorum kannski ekki að renna alveg blint í sjóinn eftir skoðanakönnunina, plús það að það hefur náttúrulega mikið af fólki haft samt við okkur, bæði spilafíklar, aðstandendur og bara fólk sem að læti sig þetta málefni varða, spilakassa. En sko, við áttum aldrei von á svona gríðarlegum viðbrögðum, bara ég verð að segja það, og ég bara sem, þú veist, eins og ég kom inn á áðan, bara sem móðir og amma ég rosalega glöð að heyra að ég ekki ein þeirra skoðunar að ég vil ekki senda börnin mín út í samfélagið, út í sjoppu, út að borða, þú veist, og kynna þau fyrir spilakössum, síður en svo, og af hverju ætti ég þá að biðja einhverja aðra foreldra að gera það við börnin sín. Þannig að ég bara takk kærlega fyrir að hafa samband, fyrir að taka þetta til umfjöllunar og við erum bara óbúslega þakklátt fyrir hvað allir eru sammála okkur. Og við þökkum ykkur líka kærlega fyrir að koma hingað í Hina Reykjavík og tala við okkur, og við viljum minna á síðuna lokum.is og allir kynni sér hana. Og þetta var Hin Reykjavík í dag. Takk fyrir. Takk sömuleiðis. Takk fyrir.